verkefni 24 á blaðsíðu D10 til liður númer 3. Ég ætla að merkja fyrirsögnina með heading 1. Fyrirsögnina hérna, ráðlagðir dagskammtar, þannig að ég smelli hér. Og ég ætla að breyta stílnum, þannig að ég fer hér, ít á hægri mús og Modify. Og ég ætla að hafa 14 punkta letur, fer í 16 punkta og ég ætla að hafa bil á eftir 6 punkta. Þá fer ég hér í format og paragraf og vel 6 punkta og síðan ætla ég að stilla þannig að í hvert skipti sem ég merki fyrirsögn með heading 1 eða fyrirsagnastíl á fyrsta þrepi að þá komi sjálfur síðuskil. Þannig að ég fer hér í line and page breaks og haka við page break before. Þá koma síðuskil á undan ef ég merki fyrirsögn með heading 1. Ég sjáu það þegar ég fer að merkja fyrirsagnirnar og ég segi OK. Og síðan ætla ég að, en á undan sem sagt fyrstu fyrirsögninni eru útlitskaflaskil. Síðan ætla ég að breyta heading 2, að fara hérna að fara hér og segja Modify og ég ætla að hafa 12 punkta letur og bil á undan 12 punkta og 6 punkta á eftir. Það fer hér í format paragraf, fer hér 12 punkta á undan og 6 punkta á eftir. Þetta er áfram í heading 1 þegar tuðu það. Ég ætla líka að breyta stílnum heimildir. Ég er búin að setja stílinn á heimildirnar í skjalinu, aftast í skjalinu, en ég ætla að breyta stílnum. Ég fer hér, ít á hægri mús og Modify og það á að vera inndráttur 0,7 cm og 3 punktar á eftir. Þá fer ég hér í format paragraf, vel hérna 3 punkta á eftir og hangandi inndrátt 0,7. OK. Og þið sjáu það á eftir þegar við komum að heimildunum að heimildirnar hafa breyst. Ekki fyrirsögnin heldur bara heimildirnar sjálfar. Í lið númer 6 stendur smellið á Home. Við erum hérna stödd á Home flippanum og við ætlum að velja stigskipt númer á fyrirsagnirnar. Þá förum við hér í öruna niður hjá Multilevel list og við veljum þetta hér. Sem sagt heading, sýna þetta aftur. Við veljum sem sagt heading ekki þetta hér. Passið ykkur á því að margir sem að velja þetta óvart og það, en þetta á við fyrirsagnastílana. Þannig að þetta er kafli 1 og þegar við veljum heading 2 á fyrirsagnirnar að þá við erum búin að merkja þær allar. Ég ætla að gera það og þið sjáuð á blaðsíðu D11 hvaða fyrirsagnir er á fyrsta þrepi og hvaða fyrirsagnir er á öðru þrepi. Höfum fyrirsagnina í fjölbreytninni fyrir rúmi er heading 1 og það koma hérna síðuskil eins og ég stilti í stílnum heading 1 þegar ég breytti honum. Og hérna ætla ég að merkja heading 2, það kom ekkert fast síðuskil heldur bara breytist hérna kafli 2.1, kafli 2.2 og ég ætla að vista.